Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, við ætlum aðeins að ræða pólitík. Sigurjón Magnús Egilsson, komin hingað. Sæll, bróðir. Ég ætla reyndar að byrja á því að segja frá, það var könnun sem var verið að birta á Vísi borgarstjórn, fylgiskannanir. Það svo sem ekki mikið að frétta í þessu. Það eftir síðustu kosningar. Þá var myndað meirihluti sem hafði samanlagt tæplega 56% fylgi. Já. Það núna í 51%. Það mest að Framsókn sem náði 8,7% í kosningum. Já. Mælist núna með 4,5%. Þrátt fyrir þetta þessi komið borgarstjóra nú? Það ekki endilega ávinningur, sko. Nei, eða vegna þess eða eitthvað, ég veit ekki. Það sást aldrei á til dæmis fylgi samfylkingarinnar að þau var að græða sérstaklega á því að hafa borgarstjórann. Nei. Það var ekki. Nei, ég hugsa þessi náttúrulega áfall fyrir Framsókn þegar þeir fá borgarstjórann, að það bara, hvað sagður þau? Þau voru með 16,4? Nei, 18,7. 18,7? Það voru með 4,5. 4,5. Þetta fjórðungur. Já. Þetta nær samt manni. Einar ekki dóttir út af borgarstjórn. Nei, en allt fólki sem komið á. Það farið. Það kosið núna, sko. Já. Og fylgið, fylgið yfir á samfylkinguna, því að samfylkingin hefur alltaf verið að vaxa frá síðustu kosningum sem voru 2022. Þetta eiginlega vaxta tími samfylkingan á landsvísu. Þannig að þeir eru farið úr 20,3 upp í 25,6 sem eru svona 5,3% stig. Kannski ekki ýkja mikið í sjálfu sér meðan að samfylkingin með 27% á landsvísu í könnunum. Það var ekki mikið að vera með 26% í Reykjavík. Það lítið. Þú vilt meina að borgarstjórnarflokkurinn, Dagur og félagar nái ekki að nýta sér þessa uppsveiflu samfylkingar? Jú, einhver leyti, en ekki, það frekar að orða þannig að samfylkingin rísu upp, en ekki sambærilegt í Reykjavík. Nei, 27% fylgi samfylkingar á landsvísu ætti svona skilaði 32-3. En þetta tekið... Því að samfylkingin í grunninn til höfuðborgarflokkur. Já, þetta tekið fyrir orlofsmál Dags Pétursson? Já, gæti verið. Þetta tekið svona, ég held að það byrjar snemma í ágúst og endar 16. Þannig að það kannski svona síðustu sem að svara fljótaðinn inn. Það mælist ekki alveg inn í þetta? Nei, þú veist, ekki breyting, sko. Í síðustu könnun var samfylkingin með 26% með það núna. Sjálfstæðisflokkurinn lítur náttúrulega bara, hann fekk 25% í kosningunum, en núna bara með 20%. Það ekki gott. Stjórnarandstöðu. Það ekki gott. Nei, og gegn ekkert sérlega vinsælu meirihluta. Það tröstur meirihluti að þeirra margir flokkar hann inni. Og þegar að Framsókn minnkar þá fer hluti yfir á samfylkinguna, en hluti fer yfir á Viðreisn sem núna með 12%. Óvenju góð niðurstaða fyrir þá. Píratarnir eru bara sem eiga afmæli held ég bara í dag, borgarstjórnarflokkurinn í afmæli. Og ég held að sé halda upp á það í Ráðhúsinu. Þeir eru með 12% eins og fengu í kosningunum. Sósíalistaflokkurinn, hann með 8%, Miðflokkurinn tæplega 8%, Flokkur fólksins með 5% sem svipað og voru með í kosningum. Miðflokkurinn að segja á, hann var bara með 2%, en mælist núna með 8% sem myndi duga fyrir mögulega 2%, líklega 2%. Hvað var fyrir síðan Framsókn fellur, en VG bara með 3%. Sem var eins og landsvísu. Já, en þú veist, VG ætti svona sögulega að vera með sterkar stöðu í Reykjavík. Það hefur lengi verið lakari staða í sveitarstjórnunum heldur en á þingi. En þetta ég held að það hljóta að koma bara að því að einhver segir bara inn í VG eigum ekki bara að hætta þessu og loka sjoppinni, sko. Já, það nú ansi stórt skref. Já, þú myndir líklega ekki ná inn núna. Nei. Það var með engan borgarfulltrúa. Það náttúrulega. Það þá í fyrsta sinn. Það í fyrsta sinn. Já, síðan alltaf spurt, sko, hvaða
hvaða borgarfulltrúi finnst þér að hafa staðið sig best? Já. Okay. Svolítið erfið spurning sko að því leiti að þú nefnir bara einn og kannski kæmi eitthvað annað út úr henni ef að þú verður spurður sko krossa við þá sem hafa staðið sig vel eða eitthvað svoleiðis. En þarna bara hver fær eitt atkvæði og núna eins og hefur verið áður, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalistar efst. Hún myndin mesturst. Með 18%. Næstur kemur Dagur B með 16%. Þú ert að nefna hvort að Framsókn myndi græða á því að hafa borgarstjórann. Það segir nú svolítið hversu illa hægt að fara með þetta embætti að Dagur B bara með 16% stuðning. Hann fór hæðst upp í 22%. Já, en verður ekki að gefa degi það? Hann náttúrulega fengið alveg ótrúlega svona á stundum óvagna gagnrýni á sig. Já, meinar það að frá mokkunum og svona? Já, já. Eitthvað umfram það sem hann á skilið eða umfram það sem að... Hann nýtur nú ekki sannmælis alltaf þar, sko. Nei. Eins og nýlegt dæmi hérna þegar þeir klippt út myndina á honum með epli í munninum. Já, notuðu hana í Staksteinum. Já. Rifjaðist upp fyrir mig að þegar ég var barn og þú líklega unglingur þá var alltaf í þjóðvílanum bara birt mynd af Geir Hallgrímssyni sem að var tekin þegar hann tók skóflustungu og Kjarvalsstöðum í sko norðan strekkingi og það sem hann grettis upp í vindinn. En þegar átt að skrifa eitthvað slæmt Geir þá var þessi mynd alltaf notuð. Það sem ég þótt alltaf svona vænt Geir Hallgrímsson bara sem að virðingu fyrir honum. Ég hef sagt þess að sögu áður að þegar ég var fóbrotinn og þá var keyptur, ég var með gifsi sko upp í Nára sko, beggja megna sko og ég var landsleikur í handbolta og það voru svona bekkir niðri og það var til miði á öðrum bekk, ekki fyrsta, þar sátu við sko, Gylfi Þór Gíslason, Geir Hallgrímsson borgarstjóri og svona fyrirmenni og ég var að reyna að tróða mér hann inn á hérna fyrir aftan og borgarstjórin lítur við og sér mig og stendur upp og spyrir mig hvort ég vil ekki bara sitja hérna fremur bekknum hjá sér. Jú, ég var í 14 ára sko og þetta mjög gaman og ég settist við hliðina á honum og í uppbytunni þannig að þá var aðalstjarnan í danska liðinu Kristján Lund eitthvað að bolti rann svona í gifsi hjá mér sko og hann kom og heilsaði mér og gaman hjá mér svo kom þjóðsöngurinn og þá hjálpaði Geir mér á fætur og studdi mig og meðan við hlustum á þjóðsönginn þannig ég er alltaf svona tauga til hans þannig að ef þjóðvílinn verður endurræstur þá bara nýja mynd að Geir að það eru til marga góða myndir á honum. Ég held að þessi margir sem að geta vitnað að hann var með fádæma kurteismaður. Já, velviljaði maður alveg lust. Ég átti samskipti við þegar við vorum að endurreisa Fréttablaðið átti ég samskipti við sonan sem að þá var framkvæmdastjóri Árvakurs. Og hann var alveg bara eitt kurteisasti maður sem ég hef hitt og skar sig svolítið frá millistjórnundunum sem voru þar sem að voru bara að springa úr hroka morgunblaðsmanna. Það var ævintýralegu fundur þau voru svo ánægðir með sig og fannst við á Fréttablaðinu að vera svo rosalega vitlausir. Það var aldrei séð vitlausir. Einhverjir úlingar sem ekki kunna. Já, bara þeir fannst það bara fyrir neða virðingu sína að vera bara boðar á fundinu okkur. En Hallgrímur Geirsson þá var talað. En hann var bara af þessum mönnum öllum hætti. En síðan það sko Sanna með 80% og Dagur með 16, sem kemur Hildur Björns með 14, sem minna fylgi heldur en flokkurinn, sem er svona merki sem að þú ættir að segja já þá verður við að finna annan forystumann. Ég held að það sé engin einugur hann innan flokksins sko, bara alls ekki sko. Það ég held að það sé bara engin einugur meðal sjálfstæðismanna í Reykjavík og það að margar ástæður að þeim hefur ekki auðnast að búa til stefnu sem þeir geta talað einum rómi þau eru ósamanlega gagnvart eiginlega öllu nema kannski þeir eru að gagnrýna sko hallarekstur. En svo það náttúrulega þannig að sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík klofinn. Hann klofinn í fylkingu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og Áslaugar Örnu. Þannig að ég held að það eiginlega óstjórntækur eins og sagt sem að Einar sagði fyrir kosningar þegar var verið að skamma hann fyrir að hafa ekki myndað ríki, að það var endurnýjað enn einu sinni meirihluta Samfylkingarinnar. Þá sagði hann eitthvað þá veruna að
Það bara vildi ekki vera með sjálfstæðisflokknum, það bara þannig verði það. Það væri ekki hægt að mynda meirihlutamenn og það vildi ekki vera í samstarfi með hann. Og það náttúrulega ástæðan svo að það ekki hægt að vera í samstarfi við eitthvað fólk sem talar út og suður. En svo komaðu hann Einar Þorsteins með 7, Kolbrún Baldursdóttir með 6, Alexandra Brím með 6 og Dóra Björt líka með 6, Kjartan Magnússon með 5, Þórdís Lóa með 5 og Heiða Björk Heimisdóttir með 4. Það er náttúrulega merkilegt þannig að þú sagði, Þórdís Lóa með 5 en aftur... Flokkurinn með 12. Já. Þetta er ákall á nýja forystu þegar ekki? Já, veit ekki. Já, ég veit ekki heldur en við segjum svona. Já. En hún er bara ein núna. Já. Mistu mann síðast. Mistu mann síðast. Þetta var nú það sem ég ætlaði að segja frá konun. Ætlaði að fara ekki að koma, þetta er maskína. Ég myndi rekna með að maskína væri að koma með konun á landsmálunum bara núna. Já. Það er að koma mánamót og svo verður Gallup með nýja könnun eftir. En sko, ég vinn við að tala samfélagsmál og pólitík og er með þætti. Svo byrjaði Silfrið á mánudaginn og ég ætti náttúrulega bara að vera í vinnunni þarna eftir 10 fréttir og horfa á þetta. Ég bara nennti ekki. Svo daginn eftir og sagði, ég verið að horfa á þetta. Svo byrjaði þetta á viðtali við Bjarna Benedikts og ég bara nennti ekki. Ég spólaði yfir hann og horfði á svona byrjunina á svona umræðan og vettvang og ég datt upp. Þannig ég verið eiginlega bara, horfðið þú á þetta? Já. Og hvernig stóð háttvirtur forsætisráðherra sig? Það man ekki, jú. Nei, mér finnst nú formið, eiginlega dauða dæmdi viðtali. Því að, hann er fyrst á dagskránni og svo bíða 4 manneskjur eftir að komast í þegar viðtalið hann er búið og þetta er alltaf knappt, og ég sé að Sigríður Hagalín, hún sem ég þykir alveg fínasta manneskja, en hún hefur verið með of margar spurningar. Þannig að það var ekki til að klára spurningabunkan. Þú þarft ekki að klára blaðið þitt. Það veit ekki hvað stendur á blaðinu. Nei, ég veit. Og máttalega bara tala um eitt mál og þú vilt. Já, takk fyrir það. Það þú meinar að hún hafi lýtt blaðinu? Já, það hafi verið svolítið svona, of bundin eigin undirbúningi. Þannig að Bjarni sagði lítið og reyndi ekkert svo mikið á hann, nema það hann fyrsta skipti sem ég heyra hann svona tala að kosningar þurfi ekki endilega, hann talaði næsta haust en svo þurfti ekki endilega vera og eitthvað svona Hann opnaði fyrir vorkosningum. Já, og jafnvel fyrir Jafnvel fyrir? Já, ef þetta fer allt í hundakött núna við komum saman sem það lítur að gerast, þetta við erum álítanir frá VFG, stangast algjörlega á við stefnu Sjálfstæðisflokksins til dæmis. Og þetta er alltaf hrynja. Það er þessi fáránlega brandara tilraun fjármálaráðherra sem við séum bara með okurvexti og háa verðbólgu í genónum Svona eiginlega framsókn og hvað er það með eitthvað svona bullukall í fórystu. En mér fannst þetta Bjarni reyna lítið á hann. Við tölum við Ásmund Einar á sunnudaginn. Já. Og hann ætlaði bara að klára sín verk og hann talaði bara eins og ráðherrinn að gera alltaf. Við verum að klára okkur verk og leggja þau í dóm kjósendana og hafa ofurtrú á því að þegar þeir klára sín verk svo kvöldið, að þá skipti kjósendur skoðun. Já. Það er allavega engin von það að einhverju, ef við hefðum verið fyrir ári síðan, þá hefðum maður getað ætlað sem að ríkisstjórnin er að vonast til þess að náist kjarasamningar og við töluðum þannig raunverulega í desember að það væri svolítið svona ögurstund hjá stjórnvöldum og fyrst að náðust kjarasamningar að þá væri þau komin með svona línu til þess að reka í efnahagsmálum, ná niður verðbólgunni og mæta til kosninga. Við náðum að hemja verðbólguna. Nú hefur enginn í ríkisstjórninni þetta mál er eiginlega munaðarlaust, kjarasamningarnir. Það er enginn að passa það að forstöðu kjarasamninga gangi. Ég held að Sigurður Ingi sé ekki að fatta að það sé hans hlutverk og ekki er Bjarni Ben að tala um það heldur. Þannig að og við fáum bara slæmar tölur út úr verðbólgunni. Við erum að fá opinbera starfsmenn, kennara, náttúrufræðinga, hjúkrunarfræðinga, lækna sem ætla bara ekki að beygja sig undir hennar ramma sem var mótaður í þessum kjarasamningum, en þannig heldur ekki. Nei. Þannig að ríkisstjórnin er að fara inn í eitthvað stórkostlega efnahagslegan
Við sáum kannanir sem sýna að erfiðleikar heimila við að ná endum saman komið upp í 44%. Kannski, þú veist, hækkar ekki mikið á þessu ári. Það bara anskotið mikið 44%. Það bara eiginlega annarkvort heimili sem bara í fjárhagslegum erfiðleikum. Það var klikkun. Fyrir 2 árum var þetta í kringu 20%. Herri, hún spurði Bjarna hvernig það væri fyrir hann að vera forsætisráðherra og umdeildur hann nú Það er gaman að þessi byrjaði að spurja hana þessu, því að við höfum alltaf talað þetta hérna. Og það var alltaf að vera að tala Bjarni, eitthvað svona eins og Bjarni væri með eitthvað rosalega stuðning, en við vorum alltaf að benda á það betur. Þetta óvinsasti stjórnmálamaður líklega sögur. Já, hún bara spurði hann þannig, Og hann sagði að sér fyndist það nú aðalega vera meðal þeirra sem væru ekki stuðningsmennans, alveg apalegt svar Hann hefur verið með þetta svar áður. Já, þetta ekkit svar. Veist, eins og bara heima við morgunborðið þá fær hann 100% Hann og fjölskyldan borðað morgunmatinn. Ennþá. Það tristiði mér að það segja þau öll já. Þetta ekkit þannig og hérna en ég sá honum leið illa undan spurningunni. Já. Ég held að þessi færri innan Sjálfstæðisflokksins sem eru til í að verja hann heldur en nokkuð tíma verið. Já, ég held að. Þeim fækkar. Já, og ég held að Sjálfstæðismenn hugsi bara kannski voru bara mistök að kjósa hann. Kannski getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki kosið sér nýja formann. Getur hort tilbaka og sagt Já, við hefðum átt að kjósa bara Guðlaug Þór. Þótt að Guðlaug Þór sé ekki minn maður og svona, þá hefði hann alltaf möguleika á að hafa gert eitthvað. Því að þetta frá því að við kusum Bjarna aftur, ekki góðu tími fyrir flokkinn, ekki góðu tími. Við fórum úr 21% og komum niður í 17, eru bara föstar. Tilraunir hans til þess að færa umræðu pólitíkunar yfir í eitthvað innflytjendamál og svona, við ekki hjálpa flokknum, við bara hjálpa miðflokknum. Þannig að þetta voru mistök. En kannski eru bara togstriðan inn í flokknum svo mikil að fólk ekki að draga þessu ályktanir og segja bara, það bara sekkur þetta skip, ég ekki alveg til Guðlaug Þór stýra þessu. Það eru harð átök, við veitum það. Það er valdatafli Valhöll. Svolítið svona raunverulega unir engin andstæðingum sínum að sigra. En og Bjarni svaraði ekkit afdráttarlaust heldur hvort hann ætla að vera í framboð aftur eða ekki Nei, enda, ef hann myndi segja já, ég ætla að bjóða mig fram aftur, það allt vitlaust Nei, í alvöru, ég að segja þetta ef hann vill vera áfram þá á hann ekki að lýsa því yfir því hann verður að bæta stöðu sína áður en hann getur lýst yfir hann bara staða hans svo veik og ef hann segir, hann ætlar að hætta og segir, já, ég ætla að hætta, þá hann það sem hann kallar dead man walking, þá bara hættir að hringja síminn og hann verður engin tök á atburðarásinni, eitthvað með fara í gang og flokkurinn fyrir eitthvað bara allt annað og engu dettur í að spyrja hann. Þannig hann gat ekki svara öðruvísi. Nei, það væri réttast fyrir hann bara að hætta, bara núna. Ég veit ekki það, mér finnst svolítið gaman að þessu, mér finnst gaman að sjá Sjálfstæðisflokkinn engjast. Já. Og líka þetta ráðaleysi þeirra. Þú veist hvað, það allir Sjálfstæðismenn til í að gagnrýna manstu þegar við vorum yngri þá oft látið og sumt náttúrulega sem látið í pólitík eru bara einhverju góðsagnir eins og að hægri menn farið betur með pening, þetta er bara þvæla en eitt af þessi var alltaf sagt að hægri menn kynnu að vera standa saman og þú veist, margir velta fyrir sér hvernig stendur á því og þá eitt svarið þeir hafa bara verið að hugsa um peningana og það svo einfalt þú þarft ekki að deila peninga, gildi peningana bara peningarnir eru, þannig að þeir halda saman en vinstrið er alltaf með einhverja hugsjónir og þeir deila og eitthvað svona ef þú horfir á Sjálfstæðisflokkinn í dag þá hann bara eins og Alþýðubandalagið í Reykjavík 1990 það eru bara, við vorum með hægri menn sunnundaginn og þú veist að við bara kveikjum á þeim og það bara dælist út úr þeim gagnrýna flokkin. Tómas Eller Tómasson sem var hjá okkur, miðflokksmaður og fyrrverandi Sjálfstæðismaður, hann sagði í þættinum að Sjálfstæðisflokkurinn væri orðinn einsmálsflokkur, og hann væri sem að gæta að þessu, hvert peningarnir vera. Það er það sem að fræga setningin hans Styrmis að það engar hugsunir eftir í þessu, þetta er bara hagsmunir, það er það sama. Og það er náttúrulega það sem er beittasta gagnrýnin á Sjálfstæðisflokkinn, hann ekki neinn fjöldarhefing lengur, það þeir sem að hvart yfir að vanti gamla góða Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þetta er bara stjórnmálaarmur SA og viðskiptaráðs.
Það með talandi þetta. Það arfleifð Bjarna. Nei, Smári. Núna alltaf talandi það að hvað Morgunblaðið hefur látið ásjá, það nú annað en var. Já. En í því miður ég búin að enda bókinni sem Styrmir skrifaði, það sem kom fullt af játningum allt annað. Þetta bara, þetta góðgátt að vera að hæla Morgunblaðinu í fortíðinni. Hvaða rugl þetta? Hann bara lýsir í þessari bók. Og þeir fóru heim til Bjarna Benediktssonar, formanns Sjálfstæðisflokksins, til að velja forsíðumynd, hann og Matthías, fóru þangað bara svo ykkur snatar. Heim til formannsins til að velja saman. Hann hafði vald á því hvað mynd færi á forsíðu Morgunblaðsins og fleiri dæmi eru til. Já, það var náttúrulega það sem var rekið í kringum ritstjórnarskrifstofu þeirra. Þá komu svona menn og ég man einhvern tímann var ég að nefna við einhverja menn hvort að við ættum að skrifa saman sögu kvótakerfisins og svona ég myndi, vera að mæla hvað var það og þú myndi vera eitthvað svona sögur og svona já, ég ætla aðeins að skoða þetta. Svo fóru útgefandinn og talaði við Styrmi og kom tilbaka og sagði, nei, ég held að við höfum ekki að gera það. Þannig að það var rekin í kringum Styrmi og Matta bara svona eitthvað svona power station í samfélaginu, þar sem að menn kom og eitthvað svona og þeir vissu allan ánskota hvað var að gerast í samfélaginu, en þeir prentuðu ekkert. Þetta voru ekki blaðamenn. Nei. Þeir vissu hvað var að gerast í samfélaginu, en þeir prentuðu bara það sem að hendaði einhverjum valdaði elítum. Ég ætla að segja eina sögur sem Styrmir skrifaði. Stórlega ofmetin einhver svona, þegar mokkinn var góður, það var þegar gerðist eitthvað svona slys. Já. Eitthvað svona. Það voru margir flottir á mokkun. Og þá bara gátu þeir ræst og bara mættu kannski bara 14 blaðamenn á svæðið við að sinna einhverju máli sem að hinar ritstjórnirnar höfðu bara ekkert afl til að gera þetta. En í svona að vera að skrá söguna, til dæmis að þú skoða gamla mokka, þá getur þú skoða það og þú ert engu nær hvað var að gerast í samfélaginu. Ef þú skoðar kannski blöð eins og við vorum að gjóta, eins og Pressuna, það bara ding, það bara veistu nákvæmlega hvers konar ástand var í Reykjavík, á Íslandi, hvað var að tala, hvað var í tísku. Við vorum alveg, hvað við hafðum marga heimildamenn vísvegar í samfélaginu. Hjá mér voru 70 held ég sem að... Ég alveg sammálaður að blaðamennska Morgunblaðsins fyrir Davíð Oddsson stórlega ofmetin. Já, ég ætla að segja eina sögu. Sem Styrmi skrifaði, þá var það þannig að það hringdi í þá Matthías og Styrmi og þeir beina að koma strax niður í ráðherrabústað og þeir náttúrulega stökkva til mann í ráðherrabústað og svo koma þeir inn og þá eitthvað stórmál í gangi og og þeir komu inn og við tristum á þögn við fara ekki með þetta út, nei, alltaf þá segja þeir hvaða stóra málið sem má ekki fara út og þeir þáðu það að vitum málið en mægi ekki skræða fréttinu það. Þeir voru að nota þér og Styrmi var sendur með eitthvað bréf til einhvers manns og hvaða rugg er þetta? Þegar hún kom til manns og sagði, ég ætla að segja svona sem hún mátti ekki segja, þá segði, nei, ég kæri mig ekki að veita það. Viðbröðin okkar og djefaði galvita þegar að Ólafur Ragnar þá fjármálaráðherra var að kynna fjárlögin degi fyrr fyrir fjölmiðla og þeir mátti ekki segja frá því fyrir daginn eftir. Við höfnuði. Höfnuði bara, mættu ekki mig. Og sögðu bara meira og minna frá fjárlögunum áður en þau komu. Já, og það var það var alveg einugur það á ritstjórninni, það var ekki að efast þetta. Þetta var bara úrallir það. Blaðamaður að sitja á einhverju vitneskju sem maður má ekki segja. Þá var hann að brjóta trúna við sinna aðal trúnaðamann sem lesandinn. Drifkraftin sinn, það sem drýfur hann áfram, það lesandinn. Nei, þetta er en að því að flytja þá fann frúi mín upp í skáp hjá mér nokkrar gormamöppur og sagði, hvað er þetta? Og hvað heldur þetta hafi verið? Þetta var mér var sent í hruninu, strax eftir hrunið, samantekt á öllu sem Davíð Oddsson, bæði sem forsætisráðherra og utanríkisráðherra og seðlabankastjóri, hafði sagt peningamálin. Það nokkrar möppur bara. Og bæði sjónvarpsáttum og dagblöðum hann saman og ég á þetta og ég svo sem lesi hluta af þessu, þetta er alveg sumt nánast fyndi en þetta er beina tilvitnaðin í mannin Þannig að ég veit ekki hvort þú að koma með þinga og að lesa þetta ekki. Já, eða fá leiklestur á þetta. Þú ætti að nefna samþykktir flokksráðs VG og það stangist á við. Það
fólkin í VG sem lítur á það sem bara tækifæri í pólitík að ná hræinu af því að þessi núverandi forysta get ekki haldið því að þessu er búin að missa lögmæti sitt sem forysta og sér eitthvað tækifæri því að renna sér þarna inn og mæta svo með nýtt VG fyrir næstu kosningar. Þó svo að þau ná einhverjum samþykktum í gegn á þinginu til þess að undirbúa svona valdatöku að hrista af sér bæði Svandísi og Mumma að þá er ekki þar með sagt að þessar samþykktir hafi einhver áhrif á veru flokksins inn í ríkisstjórn. Það er ekki fyrr en að þessi hópur er búin að ná það sterkri stöðun í flokknum að þau fái bara samþykkt inn á flokksfundi að fella ríkisstjórnina sem ég er ekkert vissum að ná í gegn því það er miklu meiri alvar í því. Þannig að sá hópur sem ætla sér að ná VG nær svona ákveðnum áfangasigri með blæ og tón og áherslum inn í einhverjum samþykktum, sumum sem eru eiginlega marklausar eins og að vera fordæma aðgerð sem að síðan er búið að draga tilbaka eins og með að veita ekki fjárstuðning til flóttamannahjálparinnar í Palestínu. Þannig að mér finnst þetta að vera freka benda til þess að það er svona einhver hópur inn í VG sem að sér þarna eitthvað svona tækifæri og ætlar að koma fram með að svo að við lendum aldrei aftur í ríkisstjórn eins og VG myndaði að þá er eiginlega besti kosturinn að kjósa VG. Ég veit ekki hvernig í veröldinni það ætla að fara þessa leið, en ég held að þetta fólk sé að hugsa þá. Ég myndi ekki draga neina sérstakra ályktanir af því að þessar samþykktir hefðu verið gerðar út frá því hvort að ríkisstjórnin haldi áfram eða ekki. Því að þeir sem er í ríkisstjórnin sem eru ráðherrarnir og þingmennirnir sem að vita það að hvort sem er ef að fer sem horfir að þá mun VG tapa þingsætum og ég verið að leita mér inn í vinnu. Leiðin út er hallabyltingin í VG og þá verður mér líklega fórnað. Þannig að fólki sem að raunverulega heldur utan ríkisstjórnina, sem eru þingmennirnir sem að skaffa meirihlutann og ráðherrarnir, ég held að þeir hafa engan áhuga að sprengja. Ég held það. Og ég hef reyndar að vera að reyna að halda þessu fram að þessi svo hugmyndunum að Svandís mæti allt í einu bara í október og sprengi ríkisstjórnina og ætla að fara eitthvað endur eins og VG. Ég trúi ekki þessu sögu. Þannig ég vildi bara koma þessu að. Já, það er komið. Já, ok. Herðu, en þú ætlar að tala pólitíku eftir við, ég sagði við hana Oddnýju áðan að ég myndi halda að þið væru bara næstu því 170 ára samanlagt. Já, eitthvað leys. Góði menn. Það Þröstur Ólafsson og Hrafn Magnússon. Já, þetta er öldungadeildin. Já, við vorum að tala það hvað væri snjallt að fá hingað svona eldra fólk sem hefur yfirsýnina. Já. Og kannski þroska að geta hort yfir stórt svið. Þröstur nú búin að gefa út bók tíma sem að var mjög vel tekið. Já, hann var í viðtali við þig og svo kom hann líka inn í umræðuna fyrir forsetakosningarnar. Já. Ég var með svona heldra fólksborð. Já, hann er hann er frægur og hann skrifað mikið svona á Facebookinu og fylgir skrifaði mjög vel með og Hrafn er náttúrulega hann er að benda svo margt hann var náttúrulega framkvæmdastjóri samtaka lífeyrissjóða árabil við munum bara eftir að við setjum hann bara í huganum strax þangað og hann er líka að skrifa þetta og það er náttúrulega þessi menn þeir þekkja náttúrulega vel til efnahagsmálana og þeir eru stöðu sem við erum í núna og svo eru önnur mála. Hrafn var síðast að skrifa vilja Sjálfstæðisflokksins að selja áfengi í matvöruverslunum og svona. Það er bara sem menn koma víða við bara að nú að taka. Ég ætla að vera fram í kaffi og Sigurjón Magnús tekur hérna við og fær 2 góða gesti að ræða pólitík. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.